Það er ánægjulegt að sjá þennan hóp hér í dag á dekkinu, bryggjunni hér í Sagnheimum. En hvað er ég að gera upp á dekk? Jú, ég hef mikinn áhuga á atvinnusögun, ekki síst atvinnusögun hér í Eyjum og nú ekki alls óskyldur fyrir viðfangsefni sem hér er því að faðir minn Sigurður Runnarsson var vera netamaður í 40 vertíðir og þannig að maður náði því að kynnast þessu vel. Hann vann síðustu áratugina mest fyrir útgerð Hallgríms, Lunda og tíma Bjarma og áður hjá í eigin útgerð og svo framvegis. En hvað það vitt viðfangsefni hér í dag er að fjalla tvö fyrirtæki. Annað frekar fólk í stærri kantinum og vitt þetta í lítið fjölskyldu fyrirtæki. Og við skulum bara byrja á því að fjalla Netagerð Vestmannaeyja og Helga skiptir yfir. Þannig er að Netagerð Vestmannaeyja er stofnuð í október 1936. Það er í miðri kreppu og erfitt með aðföng og ekki síst bara erfitt í útgerð í Vestmannaeyjum. Menn sem betur fer voru það framsýnir þá að stofna fyrirtækið og það er ótrúlegur hraði í þessu að menn gera þannig þau stofna fyrirtækið, skipa stjórn, útvega sér húsnæði en til að geta sinnt flotanum þá byrja menn á því að panta net meðan þeir biðu eftir vélunum. En vélarnar fyrstu voru komnar í hús í þetta hérna hús sem við sjáum sem hann kallaði Austurbúð eða Bríðihús og fór undir Hraunigosinu 1973. Og menn lögðu af stað með þetta verkefni, voru með aðra hæðina undir vélarnar og keyptu vélar frá Sigurjóni í Álafossi og fengu 2 vélar frá Þýskalandi. Og menn lögðu af stað með framleiðslu strax árið 1937 og við skiptum yfir í næstu mynd. Fyrsta stjórn Netagerðarinnar og sumir sátu raunar allan tímann er þarna sýnt og til vinstri hérna uppi er Eiríkur Ásbjörnsson eða sem oft kenndu þeir emmuna. Jónas í Fram sem eldra fólk sagði þá, en við sem voru þá yngri sagði Jónas á Tanganum, Guðlaugur Brynjólfsson, kenndi Odda og Ása Treinsson á Þörbrökku og Sigurður Á Gunnarsson, sonur Gunnars Ólafsson á Tanganum, hann var stjórnarformaður, en hann féll frá 1941, langt fyrir aldur fram. Og við sem munum hérna fyrir gos, við munum eftir mjög fallegu húsi upp á Heimagötu sem var skattstofan í tíma, það með mjög fallegt þak, svona svo kyngaskálhrif, að það hús byggði Sigurður Á Gunnarsson og við vittum okkur í næstu mynd. Nú meðan að verksmiðjan var þarna í Austurbúðinni að þá voru svona 10-15 starfsmenn og þetta voru mest eins og starfsstúlkur þarna og það var stundum unnið á vöktum og starfsmannafjöldin komst upp í 15-16 manns og var yfirleitt unnið á einni eða stundum jafnvel 2 vöktum. En menn horfðu nú til lengri framtíðar en menn sá ekki fyrir það sem gerðist strax árið eftir. Það er að segja, það skall á heimsstyrjöld. Skyndilega breyttust aðstæður mikið. Í stað þess að fá efnið frá Ítalíu mest, þá lokaðist það út af styrjöldinni. Ítalirnir voru dregnir strax eða drógust inn í styrjöldinni með Þjóðverjum og þannig að það þurfti að leita annarra leiða til að útvega efni og það tókst. Og hugsið ykkur líka það möguleika að geta verið að framleiða þá þorskanet, happnet hér í Vestmannaeyjum og ekki vera háður innflutningi. 2 árum áður en að Netagerð Vestmannaeyja var stofnuð var Hampiðan í Reykjavík stofnuð og það er gaman að sjá Guðmundur að þú skulle hafa gefið tíma til að koma hingað í dag. Og við veitum okkur yfir næstu mynd. Fyrsti verkstjóri eða verksmiðjustjórinn í Netagerð Vestmannaeyja var Haraldur Gíslason, sonur Gísla Magnússonar sem kom hér fyrir nefndur áðan sem stýrstjóri og frumkvöðull. Hann var verkstjóri þarna frá 1936, ráðinn strax haustið og til 1945 og var í senn vélamaður og yfirmaður þarna yfir þessu. Og hann var seinna aldeilis viðriðinn svona innflutning á veiðarfæruna því hann var framkvæmdastjóri Steinavara í Reykjavík ef maður rétt. Og við flettum yfir á næstu síðu. Hérna er mynd af 2 mennum sem gegndust þar í framkvæmdastjóra, hann var Gísli Gíslason, mjög ungur maður, tók að sér í 1 ár í byrjun að vera framkvæmdastjóri þarna og hann tekið mynd af þeim þegar þeir að vígja inn Netagerðarhúsin sem kemur seinna og þannig hann er fyrsta árið og síðan Sigurður Ólafsson sem minnist betur á seinna myndinni tekið inn í Netagerð eftir að flutt inn á Heiðaveg. Og við veitum okkur í næstu mynd. Nú ég myndist áðan á Jónas á Tanganum, hérna er skínandi fín mynd áðan á Jónasi sem að Kjartan Guðmundsson ljósmyndari tók og Jónas vann áður í Fram sem að var húsið sem að
sem að Netagerðin byrjaði í sín fyrstu 10 ár og hann tók við sem framkvæmdastjóri og frá 37 til 41 en þá fer hann að vinna á Tanganum og ég kemur ekki óvart að hann hefur raunverulega tekið við starfi Sigurður Á. Gunnarssonar einhverju leyti sem að hélt frá á því ári. Og við vikum okkur yfir í næstu mynd. Hér sá maður sem að við munum helst eftir sem að munum eftir bæði Netagerðin og þessum ágæta manni, Sigurður Ólason. Hann ráðinn framkvæmdastjóri 42 og hann framkvæmdastjóri allan tíman með að verksmiðjan starfaði, má sé að starfinu lauk áramótin 1960 en þá voru menn með hús í höndunum og menn voru með miklar byrðir og hann var síðan vann hjá félaginu hélt utan bókhalda og þetta félaginu var slitið 1972 og við vikum okkur yfir í næstu mynd. 1947 þá klárar Netagerð Vestmannaeyja að byggja þetta stóru og glæsilega hús hérna við Heiðaveg. Þetta 365 metrar hvor hæð, sérbyggt verksmiðjuhús og þeir flytja þarna inn til, kaupa nýja vél og enn haldið áfram að framleiða handnetin og það eiga við tauma og jafnvel stykki í nætur og ýmislegt og starfsmannafjöldin 15-18 manns þarna, stundum unnið á vöktum og ekki, en það var ný ógnun framundan. Og sú ógnun fólst í því að upp á 1951 þá byrja Nylonet að ryðja sig til rúms, fyrst rólega en menn voru hér að framleiða handnet og þá voru 50 útvegsmenn sem stofnuðu Netagerðina og þeir reyndu nú að halda tryggðir og Netagerðarmenn reyndu að bregðast við, höfðu ekki möguleika á því að kaupa nýja vél til að eiga við Nylonið, þannig að það nota þeir vélar sem fyrir voru eða þá vél sem fyrir var, sem var svo sem ekki mjög gömul vél og 1953 tekin ákvörðun það að fara að framleiða Nylonet. En þá voru netin farin að skreina hérna útlendunetin og þau höfðu forskot og ég man ekki því þegar maður var krakki rauða höndin og svona héti þessi net, ég fari rétt með það, ekki rétt Guðmundur? Þú er komið svo lengi í þessu bransa. Það var handnet. Já, það var sem sagt að þeir fara og handnetin verða bara undir. Og ég minnist þess sem krakki að unglingur að vera að skera netum, þá var mikið til að handnetum hjá Hallgrímsútgerðinni, en þá voru líka fyrirmæli það að enda netin, þar sem stjórarnir voru, það er handnet og hitt eru Nylonet, því að stjórarnir skemmtu mikið netin og Nylonetin voru alveg rosalega dýr á þessum tíma og handnetin verði á þeim fórum þetta lækkandi. Nema það, þeir fari yfir í Nylonetin og framleiða þau alveg allan tíma sem eftir en erfiðleikar héldu áfram í fyrirtækinu og þegar fyrirtækið hætti starfsemi þá áttu menn 7000 slöngur óseldar af handnetum og fyrirtækið voru með í höndunum. Nú svo gerist það að hér bæjaryfirvöld ákveða það að kaupa þetta hús og gera það á bókasafni. Og nú hittum við sá að við erum stödd í bókasafninu, það er þessi efri hæð bókasafnshússins. En 2 árum eftir að menn keyptu húsið af Netagerðinni, þá var tekin ákvörðun það að setja hérna slökkustu Vestmannaeyja á neðri hæðinni og efri hæðinni við síðan náttúrugripa og fiskasafn sem er nýjung hér á landi, safn lifandi fiska. Og þetta má segja að þetta tókst mjög vel og síðan okkur 4 árum setna tekin ákvörðun það að byggja þetta hérna hús, safnahús. En það tókst að selja handnetin, 6000 slöngurnar og meðan ég las fundagerðarbækurnar og það var sko í hvert tilboð sem kom árið eftir, það var alltaf færri krónur boðið í það. Þannig í endanum þá að takka fyrir að fá svona sem sagt 10% að verði Nylonetin þá. Nylonetin voru mjög dýr á þessum tíma. Þessi mynd tók Sigurður Jónasson og örugglega með svona einna fyrri myndunum sem hann hefur tekið svona, þá hann hefur byrjað að taka myndir 1947, þessi mynd tekin fyrir 1960 og við sýnir samt að það sem búið að leggja slitlag eða malbygg á Heiðaveginn svona kringu 1960 og eitt reiðhjól þarna til hliðar við húsið sem bendir til að það var ekki mikið að vera þarna, sennilega þarna ekkert í gangi. Og næsta mynd, þetta nýja vélin sem var tekin nokkur 1949, það var þá erfið að framleiða handnetin og við höldum áfram og síðan þegar Haraldur Gíslason hættir, Haraldur Gíslason frá Skálholti, eftir þá Tómas Sveinsson sem við þekkjum hérna, hann ráðinn verkstjóri í 1945 og gegndi því í 10 ár og við förum í næstu mynd. Nú sýnum við mynd af starfsfólkinu og starfsstúlkur Netagerðarinnar fóru í utanlandsferð saman 1952. Nokkrar þessara kvenna og nokkuð margar sem betur fyrir enn á lífi
Það ekki allt saman starfsstúlkur hérna, það hérna 3 sem að koma annars staðar frá. Og fararstjórinn, hann var seinna landsþekktur maður, þetta var þá tónlistakennari Reykjavík, Ingólfur Guðbrandsson í Útsýn, við erum eftir honum. Og hann hefur ábyggilega kunnað vel við sig í þessum myndari á hópa. Og næsta mynd, og hér önnur mynd, fengið svo að ég giska á 1955, þetta allt eigar konur sem þarna á þessari mynd. Það greinilega farið til ljósmyndara og þetta getur verið önnur vaktin eða hluti af starfsfólksskóla því yfirleitt voru það 10-12 og síðan var yfirleitt 1 karlmaður að vinna, oftast var 1-2 karlmenn að vinna með og við haldum okkur áfram. Nú, ég sagði við byrstu mynd af fyrstu stjórninni, það voru ekki mjög mikla breytingar í stjórninni en sumir sátu þarna lengi. Helgi Bendisson kom í 1943 þegar að Guðlaugur Brynjólfsson flutti úr bænum og var til 1971 þegar hann féll frá en það var þannig að 1960 hætti framleiðslan en félagið var slitið 72. Og Tómas í Höfn, Tómas M. Guðjónsson fór í stjórn 43 og var til 1958 og þá var féll hann frá. Og við vittum okkur, þetta voru korttekja útgerðarmenn og með mikinn rekstur. Þegar að Tómas Sveinsson hætti, þá tók Jóhann Bjarnason við 1955, hann var seinna hafnavörður til 1957 og síðan þegar hann lét af störfum að þá tók við Jón Stefánsson sem við þekktum líka var lengi á símstöðinni 1957-59 og í árslok 59 þá hætti framleiðslan. Og við skulum sjá og næsta sem við, þetta húsið í dag, þetta myndarlega hús, náttúrugrip á Fiskasafni efri hæðinni og slökkvistöð Vestmannaeyja á neðri hæðinni og þetta sannarlega staðist tímast hann og verið vel staðsett. Og við vittum okkur yfir í næsta og þá læti ég hér lokið sögu nettagerðarinnar og við vittum okkur núna yfir í sögu kalagerðar Þórðar Stefánsson og Faxaský 2 og sem tók til starfa 1959 og hætti 86. Þessi mynd, sem ég ekki séð áður, flott fjölskyldumynd, hún tekin 1955 árið áður en Dotti fór í skurðaðgerð til Danmerkur út á höfðinu og svo skurðaðgerð því miður hún mislukkaðist þannig að hann var blindur og eftir. En hann og hans nánustu dó ekki ráðalaus. Þannig að strax árið 1956 og 7 er farið að hyggja því hvort að þessi geti farið að vinna eitthvað þó að hann væri bæði lamaður að hluta og blindur. Myndin semsagt tekin þarna og þetta eru semsagt stelpurnar 2 þó ég önnur þeirra býr í næsta húsi og önnur bjó nokkru neðar, ég þurfti smá tíma átt að með horfa hvað, en þetta er rétt svona, það er Dotti sjálfur sem var skipstjóri á þessum tíma á Björgvin, var til 72 og svo Hanna og hann og svo Ingibjörg Haraldsdóttir, eiginkona hans og móðir þeirra. Og við vittum okkur yfir í næstu mynd. Þegar hann byrjar að þá var hann búinn að vera að setja upp línu en hann hafði tekið eftir því þegar hann var sjáandi að Ingólfur Theodórsson sem átti bát hérna, að hann var með svona úr nælonettum sem tók við að binda skipið sitt, Sæbjörgina. Þannig að hann fór að hugsa þetta hvort það verið mögulegt og hann fékk aðstoð til þess hjá Erlendi bróður sínum og fleirum aðrir Guðjón í Smiðjunni og Einar á Geithálsi. Þeir aðstoða við að horfa lengra fram í tíman en fyrst til að byrja með þá var hann með P70 bíl, plastbíl sem var undanfarið trapand og það var snúið upp á þetta inn í bílnum og þarna eru þeir að því og sjáu við bryggjugólfið hérna, það er svipan út í hérna og þetta er inn í Friðarhöfn og þarna eru þekktir menn að fylgjast með fyrstu skrefunum í þessu að nota tæknina sem að breytti setna, það er Eymundur Þórarinsson hafnavörður setna, Guðmundur Ásgeirsson í Sjónís, Stefán Erlendsson, faðir þeirra bræðra og Ólafur Ingibergsson í Hjálmholti og myndin er tekin að í giska 1960-61 og við skulum upp okkur í næstu mynd. Þarna eru þeir bræður og þarna er búið að koma upp vélbúnaðinum og þarna sjáum við það og hann var betur en enginn að Elli bróðir hans að koma þessu af stað og fékk út aðstoð tæknimanna líka og þarna er þetta tekið 1982 og Sigurbjörn Jónasson tók þessa mynd og við skulum hérna búið Faxaský 2 og við komum til næstu mynd og hérna er aftur, hérna sjáum við vélbúnaðinn hjá þeim, hérna er þetta komið á tromlu, framleiðslan og hún var send víða land og verksmiðjan starfaði alveg til 86 en hér eftir gos var miklu minna sog í höfninu, það reyndi minna kannski að það verið notað hérna þessi tók sem voru mjög sterk, mikið sett í Þorlákshafnar og víða land tíma. Og við flettum við næstu mynd og við taka þessa mynd núna í vikunni, þau gáfu byggðarshafninu vélbúnaðinn
það sést nú ekki maður pínlítið hluta á honum og það er hægt að koma hann gang aftur eða ákveðja fyrir. En þetta eru 2 rúllur af framleiðslunni og þetta er í geymslu byggðasafnsins hérna Strandvegi 30. Þessi myndi tekin 2. október. Og næsta mynd er þá ég til síðasta myndin. Já. Ok. Og ég bara þakka fyrir mig og ég líst vel á þetta hjá okkur hérna í dag og full þörf að standa fyrir þessu.